furða mig oft á því þegar ég tek eftir því að systir mín eiginkona og móðir en ekki ég. 10 gigabæta niðurhal fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími, tal, svona á Kristján Páll Hannesson. Kristján, það var snúinn og erfiður leikur í síðustu umferð. Það sem ykkur mistókst að nýta ykkur enn og aftur að vera einu fleiri. Hvernig leggst svo verkefni í ykkur á morgun að taka á móti Haukum hérna á heimavelli? Það er bara nýtt verkefni og við erum feikna sterkir á heimavelli, ætlum bara að sýna okkur að sanna og mæta fasti fyrir þann leik og vinna hann. Ekkert flókið. En í síðasta leikja þegar voru einu fleiri og Þróttarar þeir hreinlega bara pökkuðu og lokuðu og læstu og þeir komu skorki löndin strönd. Þetta var nú pínu pirrandi. Já, en svona boltinn. Það er ekki þetta að gera í þessu stundum en því er ekki að fara einhverju varnargræði núna, við ætlum bara að sækja og fara að vinna þessi stig framöndan. Nú svo fyrirliðin sendur í sturtu og verður ekkert með á morgun, þannig að nú þarf að breyta eitthvað leikskipulagi. Já, við lostum við hann og fáum smá sekt í pókin í sjóðun okkar, þannig að við komum bara 9 ferskir inn. Er það ekki bara ljúft að fá pening á og til í en að sekta sjóð? Jó, sérstaklega frá Svenna, sko. Það er ennþá betra. Þjónustu fulltrúi sjálfur og fyrirliðin. Akkurat, fyrirliðin sjálfur og svindlarabróðin mættur, fínt að borga. En öllu ganni slettu, það stemming í hópni fyrir leiknum á morgun á móti Haukum. Já, það er alltaf stemning og við veitum hvað við ætlum að gera, við veitum hvað við getum gert og við ætlum bara að mæta og sýna áhörðum hvernig á að gera þetta. Og fara að klifra upp töfluna. Akkurat. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Halldór Ásgeirsson. Það gekk ekki þrautalaust í síðustu umferð, þið fóruð suður á sóttu Þróttara heim og það gekk ekki alveg upp. Nei, þetta var ekki alveg nógu gott. Við við eiginlega bara vorum ekki alveg nógu sprækir sjálfur og svo hjálpaði nú ekki til svona þessi vitleysa þeirra sem sá flautuna, þó það kannski sé ekki því að kenna. En er þetta ekki eitthvað sem við ætlum að snúa við á morgun þegar Haukar komið heimsókn? Jú, við harma hefna frá fyrirumferðinni, töpuðum þar og eins og ég hef stundum sagt að stór hluti liðsins finnst mér eiga heilmikið inni. Þannig að ég á vona því að menn bretti nú upp ermar og mæti dýrvitlausir í þennan leik. Er ekki sæmilegt ástand á mannskapnum? Er allir þokkalega heilir eftir síðustu leiki? Jú, þeir sem menn hafa nú verið svona eitthvað í einhverju smábröldi, svona einhverju nokkrir en svona ég held að flestir séu nú klárir í slaginn, þannig. Nema náttúrulega fyrirliðin, hann var sendur í sturtu. Nema fyrirliðin, hann verður að horfa á okkur og njóta þess. Heldur að sé koma því að mjölnismenn tróða honum í risaðalubúning? Mér finnst eiginlega bara komið tíma á það, já. Ég held að hann hefði gott að því aðeins að leyfa, svona láta ljósið skína þarna í góðum búningi. Og það er svo langt síðan að hafi gest hann, en það er alveg komið tíma á? Algjörlega komið tíma á og Svenni er flottur í þórsbúningnum en ég held að það sé ennþá betri risaðala. Dóri, en ég heyri það er húmor í ykkur hérna og þið eru spennt fyrir morgundeginu. Já, það er engin spurning, það er skemmtilegasta við þetta er að spila leikina og það er toppslagur á morgun og við getum náttúrulega, við þurfum að ná góðum úrslitum á móti þessum liðum sem við erum að berjast við og það er tækifæri til þessa morgun að bæða rétta hans og kútnum sjálfur og komast á töfluna og líka það að skáka þeim liðum sem við erum að berjast við. Og eins og segir í laginu góða hjá Mjölnismönnum, 3 stig í Hamarheim. Öll 3 stigin í Hamarheim. Dóri, takk fyrir og gangi vel á morgun. Thank you.